Rannsóknir sýna að frjálsleikur sé sérstaklega þroskandi fyrir vaxandi heila. Börn þurfa að kanna heiminn, finna sín mörk, taka áhættur og prófa sig áfram með jafnöldrum. Frjálsleikur býður upp á að leyfa sköpunarkrafti og ímyndunarafli að ráða þar sem börn eru leitt áfram af flæði leiksins. Sýnt hefur verið fram á að frjálsleikur styðji við og ýti undir tungumálaþroska, félagsfærni, vísindi og stærðfræði svo eitthvað sé nefnt. Sjálfur finnst mér vera í stöðugri baráttu við að verja þennan tíma sem börnin geta dottið í frjálsan leik. Að hluta eru þau í frjálsum leik í skólanum, þó sennilega meira á yngri stigum, en ég vil líka styðja við frjálsan leik heima fyrir, þar sem er meiri ró, önnur stemming innan þeirra dót og í þeirra umhverfi. En það eru ansi margir þættir sem éta upp þennan tíma á milli skóla og háttatíma. Og tíminn er ansi fljótur að fara. Ég heyri þetta hjá fleirum en mér að almennt sé þessi tími fljótur að fyllast af íþróttaiðkun sem börn æfa tvennar íþróttir, tónlistanám, fyrirfram ákveðin skjátími sem eru kannski 1 til 2 klukkustundir á dag, heimsóknir eða útrettingar og svo þarf að borða kvöldmat og sinna heimanámi. Til þess að stemma stigu við allt það sem nútíma lífið hefur upp á að bjóða, þá fór ég á viðburð á vegum hæglætishreyfingarinnar fyrir skemmstu. Þar hitti ég konu sem hefur sama eldmóð gagnvart þessu málefni eins og við Anna, en hefur þó nokkuð meiri reynslu en við. Við fengum hana hingað inn í stúdíó til okkar, hana Gunnhildur Jóhannsdóttur. Gunnhildur er móðir 2 stúlkna sem eru 23 og 16 ára. Hún hefur unnið í leikskóla, er menntuð þroskaþjálfi og sérkennari. Alla starfsæfi sína hefur hún unnið með fólki, bæði í grunnskóla, barnavernd og í málaflokki fatlaðra. Þessi þáttur er í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Já, vertu hjartanlega velkomin til okkar, Gunnhildur. Takk fyrir. Og þú kemur svolítið úr skólageiranum. Já. Okkur langar svolítið að þú myndir varpa ljósi á það. Svona, já, æskuna með snjallsíman. Þú náttúrulega hefur upplifað fyrir 2010 eða 8 og eftir, þannig að þú hefur svolítið heildræna sýn á hvernig þetta breyttist. Já, það hefur svo sem aldrei verið kannski vandamál með notkun og símum inn í skólanum það sem ég hef vunnið. Nei. Og sem er mjög gott. Okay. En aftur á móti þá eru kennarar í mikill samkeppni við skjána og leikina og vegna þess að það alltaf er svo skemmtilegt. Já, og það er svolítið erfitt fyrir starffræðikennara að toppa Fortnite. Já, vá, þetta gæti bara verið titillinn. Já, þannig að það er kannski það sem maður hefur séð, þá alltaf vera gaman. Já. Og maður heyri líka mjög ung börn, það sem hefur slegið mig og það búið að vera ansi lengi, bara frá því að þessi leikir fór að koma, þessi svona frægu leikir hann, ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað GH, eitthvað. GTA. Já, almitt, þá voru við með fræðslu kennararnir frá SAFT, örugga skjánótkun og tölvunótkun og hvað ung börn eru að spila þessa leiki. Já. Algjörlega niður í kannski 6-7 ára gömul börn að spila leiki með pappa sem eru bannaði 16 ára. Wow. Og það er pínulítið skák og mát þegar við erum að reyna að leggja inn. Já. Og eru að lýsa þessum leikjum og svo eru önnur börn sem og foreldrar þeirra eru oft í vanda. Já. Sem eru að setja mörkin. Já, þannig að það er svo mikilvægt að foreldrar hugsa aðeins lengra með vandast kannski bara almennt í alloka umræðum börn og þeirra velferð svona meiri ígrundun. Já, einmitt. Vist, hvað er ég að gera þegar ég samþykki það að barnið mitt sé í tölvuleik sem er bannað 16 ára? Já, einmitt. Hvað áhrif hefur þá hinn börnin? Já. Ég ætla að fá að skjóti inn í að GTA er sem sagt Grand Theft Auto. Já. Og hérna stutt Google þá segir að sé 17+. Allavega á Google Play og App Store. Hugsi ykkur. Og svo bara... Svo erum við hissa á því að börnum líði ekki vel. Já, ég var á fræðslu sem kennari og það var sýnt úr þessum tölvuleik og þetta var vægast sagt viðbjöður. Já, einmitt. Og þau eru að lýsa þessu fyrir hinum börnunum, þannig að það er ekki þannig að öll börn séu að spila alla leiki. Nei. En þetta setur, það er sífellt verið að tala um að skóli og heimili séu samstarfi. Já. Og
ég hef verið báð með við borðið, bæðið sem foreldri og skólamanniskja og það dapurlegt þegar foreldrar eru að vinnurinn gegn því sem skólinn að gera. Já, einmitt, það erfitt. Já, og það erfitt og það líka bara skrítið fyrir börnin. Hverju á ég að trúa? Á ég að hafa trúa sem skóla og þau sem meiga þetta og hitt, þau auðvitað státa sig að því. Já, eðlilega. Já. Og ég man eftir einni mömmu sem var mjög umhuga, bara mjög flott mamma og vildi ekki að börnin hennar væru í þessum leikjum. Og svo var starfsdagur. Og þá var bara farið heim til þessa aðila sem átti allt og þar var farið í leikinn. Já. Og hún sagði annarkort hann einn eða í leiknum. Já, akkurat. Hugsaðu. Þarna þarf einmitt foreldra samstarfið að vera mjög sterkt. Já, eins og þú hefur lagt svo mikla áherslu á síðunni þinni. Það sé gerður einhver sáttmáli á milli foreldra innan bekkjar. Það þarf vel að gera bara 6 ára. En þessi sáttmálar eru gerðir í skólunum. Það farið nógu vel eftir þeim og það þarf ekki nema 1 eða 2. Og það kannski hluta þessari einstaklingshyggju. Ég ræð, þetta barnið mitt, ég vil hafa þetta svona, en það vantar kannski þessa hugsun að við erum heild. Þannig að það skiptir svo miklu máli og ég veldi oft fyrir mér þegar maður kannski leyfi barninu sínu að spila leik eða sem bannað, eins og þessi. Hvernig get ég, þetta svona quick fix, ég skemmtileg mamma þegar ég leyfi þetta. En hvernig ætla ég að fara að setja mörk seinna meir í uppvextinum ef ég mamman sem ekkert að fara eftir reglunum. Hvernig verður svo framhaldið? Já, ég byrju mamma, þú leiði mér að horfa að spila Fortnite þegar ég var 6 ára, akkur að fara að setja einhverja reglu núna. Já, sama með samfélagsmiðlana eða Já, útivista tíma bara með allt annað sem að það getur alveg teikt upp í áfengistrykju. Þú veist, akkur má ég geta rekka 16, ég mátti spila 12 6 ára. Þú veist, af hverju ekki? Og við erum líka að sjá það með bara menntaskóla krakka að það auka strykja þar. Já, að aukast? Já. Já, það var búin að minnka já, og það bara það sama að það bara minni mörk. Já, það náttúrulega bara minni mörk. Já. Ansi við það. Já. Svo var líka sem við rættum hérna þegar við hittumst og ég talaði í upphafið þáttar hvað þessi frjálsi leikur hjá börnum mikilvægur og mér finnst ég alltaf vera að það einhvern veginn sama hvað kemur upp á í lífinu, það alltaf að éta að þessum rólega tíma heima. Og ég meðan þú hefðir svona sitt hvað það að segja, svona út frá kennaraliðinu, frá því að hafa verið kennari. Já, sko maður þarf kannski að ég vorkenni bæði svolítið foreldrum við ungbörn og börnum, ég held að það sé grílt álag að vera ungbarn í dag. Þetta breyst mjög mikið, það er ekki nóg að foreldrarnir sé undir álagi og það er börnin líka og skólaumhverfi, það er gríðarlegur hávaði og áreiti í leikskólum. Það er það líka í grunnskólanum, það er rosa mikið sem gerist í lífi bass á einu degi, hvort sem það er leikað grunnskóli og þið þekkið örugglega að börnum hans eru að háa síðan þú koma heim og við erum öll þreytt og þannig að þá hugsa maður hvað tekur við þegar þú koma heim og svona eftir að við vorum að tala saman daginn þá hugsaði með mér ég svolítið að velta fyrir mér hugtakjónu næði. Já, það má heita hvað sem það má heita kvíld eða kósi eða hvað orð sem maður vil nota yfir það. En það er svolítið gott orð, já, næði. Og bara að koma heim, þegar ég var stelpa þá var alltaf kaffitími. Já, líka. Það var alltaf kaffitími. Já. Og að gefa sér, það þarf ekki, börnin enn ekkert að tala yfir okkur frá því að koma heim og þá til að fara að sofa. Nei. En að staldra kannski við. Það getur bara vel verið að ein fjölskylda kjósi bara setjast í sófan og bara knúsast og tala saman í 10 mínútur. Önnur fjölskylda vil fá sér eitthvað að borða, hinn vil gera eitthvað allt annað, leika við hundin. Að maður kannski skipla ekki, en ég held samt að það sé skipla hund góða, að raun og veru svolítið að ná öllum svolítið niður. Vist, ég ger það oft þegar ég kem heim úr vinnunni, þá bara leggst ég í sófan í 10 mínútur. Að svona aðeins að byttu og líka einhvern veginn að horfa á þennan tíma alveg eins og við erum að setja tíma frá fyrir ræktina, fyrir þetta og fyrir hitt. Og þetta er kannski ekki langur tími, en hann er kannski svona svolítið innramaður. Já, ég ætla aðeins að geyma síman, ég ætla að svara á eftir, nú ætla ég aðeins bara þegar við komum heim, þá tökum við þessa stund, þá erum við líka að hjálpa barninu að komast úr þessum háa gýr. Það þarf ekkert eitthvað rosalega langan tími í þetta.
en ef maður kemur inn bara, maður byrjar og heldur áfram á háasíðinu, þá einhvern veginn ná ekki að klippa á þetta. Já. Það er inn með pókana og hengið fötin ykkar og maður bara fer og heldur Heldur betur. áfram í fasanum. Já. Og með því svolítið að meðvitað að staldra við, að þá einhvern veginn kannski gerum við líf okkar aðeins einfaldra. Já, ég er nýbúin að innleiða maður er alltaf svolítið þyrstur eftir, þú veist, vinnu eða eitthvað, við erum farin að kalla þetta eftirleikskóla vatn, bara allir að fá sér sopa, þú veist, og líka bara, ég meina stundum fáðu bara hausverk og þú gleyma þetta ekki verið sem vil hasar yfir allan daginn. En þetta er sama og ég er að tala um, Já. þér heitir þetta eftir skóla. Já, ég meina það er alveg sama, þú veist, hver einn fjölskylda hefur sitt. Já. Og bara ná sér niður. Já, skiptum gýr. Já. Og byrja bara að tala, barnið kemur upp, tala rósa hátt, bara veist, ná öllum aðeins niður og þetta er held ég alveg mínútur sem að við, þetta er rútína, bara þrá og elska rútínu, endurtekning, það skiptir einhver máli þú veist, þú takir mjólkin upp úr pókanum eftir 5 mínútur. Já. Og því svo vitum við að það er ýmislegt sem kallar á okkur í alls konar öðrum verkefnum. Já. En ég held að þetta geti verið og líka svolítið að horfa á þennan tíma sem mikilvægan. Já. Ég hef alveg stað með því að maður bara spjallaði síma við vinkonum, var að gera eitthvað allt annað að hugsa með sér börn. Já. Og ég held bara með því að skoða það svolítið. Að setja hann í forganga, þetta sé ekki afgangstími sem er laus. Já. Kannski þá vegna þess að, eins og ég segið, það er ýmislegt sem þarf að gera, að þá sé kannski þessi, þá getum við alltaf garantera, við getum alltaf séð að 5 eða 10 mínútum. Já. Og svo eru bara börnin hlaupin eitthvað. Já. Þannig þetta er svona, ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér. Ég heyrði það, ég man ekki hvort það verið þú sem sagði mér þetta, Kristín, að þú varst að tala um álag á börnum. Að það var einhver kennari sem var að leggja fyrir verkefni og eitt barnið í bekknum bara trilltist og kennarinn bara, hvað er að, af hverju þetta er svona miklu uppnámi? Bara, ég hef engan tíma fyrir þetta verkefni, ég er að fara á fótboltaæfingu og svo er ég að fara á fimleikaæfingu og svo, það er þetta miðvikudaginn og hvernig í ósköpunum má ég að koma að þessu verkefni að? Það er svona minnir svolítið á að vera útbrunnin fullorðin eftir ótrúlega mikla vinnu. Já, ég velt oft fyrir mér hvað verður þegar það er allt þetta er alveg hljóma kunnulega, stundum eru börn í 2 íþróttum og það sem að kannski þarf að skoða hvernig er barnið mitt. Sum börn eru bara, þau eru mjög orkumikil og þurfa mjög mikla útrás og það er ekki rétt eða rangt í þessu, en maður sér þau, þú veist, já, þegar þau eru bara, maður komin í það bara skipulag allan daginn. Skulum bara koma því á reynd, við erum ekki að tala á móti skipulag íþróttastarfi. Alls ekki. Gott starf. En maður þarf kannski bara eins og með mig, sko ég ætti mjög erfitt með það að mæta á æfingu eftir fullan vinnudag og fara fyrst í crossfit og fara svo í jóka og koma heim klukkan 8. Já, og þetta eru, og barn sem er í skóla og leikskóla, það hefur ekki sömu bjargir og við. Það getur sagt, heyrðu, nú þarf ég aðeins að kúpla mút eða fara afsíðis eða þá á meðan við fullorðna fólki við höfum bjarginnar og við getum sagt bara, við getum alveg bara rölt fram eða staðið upp eða sagt bara, getum við talað um þetta, við höfum fullt af björgum, þau hafa það ekki. Og þau eru að læra félagsfærni, þau eru að læra gríðarlega mikið allan daginn. Þannig að, og líka það sem að mér finnst vera að tapast, það er eins og við erum að sjá bara í samfélaginu félagsfærni og frjálsleikur að í auknu mæli eiga börn erfitt með að hafa ofna fyrir sér og það þarf að stýra öllu og það er ekki góð þróun því það er mikil félagsfærni í því að þurfa að takast á. Það geti ekki allir verið aðalhlutverki í leikritinu. Það þetta býða þar til hinn er búin að gera og þetta er svo mikilvægt og ég heldur sem að taka þetta svolítið frá börnum. Já, og líka meinar í skólastarfi að það sé verið að stýra alltaf þar. Já. Veist, og líka bara, í skólanum þá erum við auðvitað að stýra. Og mér finnst, ég er náttúrulega hægt að kenna fyrir nokkrum ára síðan, en mér fannst alltaf erfiðara að leyfa börnum að þau kannski megu við spila. Já, frábært, það var kannski eitthvað að vera að brjóta upp. Og þá endaði það oft bara í einhverjum árekstrum. Að meðan að áður fyrr, þá gat ég alveg gert það og það var allt í lagi. Af hverju heldur það sé?
þau eiga bara erfiðara með að taka, það alltaf verið að segja hvað þau eiga að vera að gera og einhvern veginn finnst mér þetta hafa tapast. Hugsaðu þér. Það ótrúlega út af því að við þurfum þennan eiginleika þegar bara fólk verið fullorðið og vera út í lífinu að leysa hluti og þetta mikilvægasti þátturinn í raun öllum samskiptum, hvort það er í einkalífi eða í atvinnulífinu, það eru góð samskipti og hafa góða samskiptafærni. En það gæti líka verið einn vinkill á þessu að eins og Jonathan Haidt sem höfundur bókarinnar The Anxious Generation sem mikið af þessu hlaðvarpið byggt á, hann talar að við séum að ofvernda börnin í raunheimum en ekki vernda þau nóg mikið á netheimum. Og að því við erum að ofvernda þau í raunheimum, þá missa þau af þessum tækifærum til þess að til dæmis rekast á hjá hvort öðru og leysa úr þeim vanda sjálf og ganga í gegnum þessa litlu árekstra sem því hann byggjast upp og þau geta tekist á við stærri árekstra eða vandamál eða líka jákvæða hluti, bara allt milli himins. Já, algjörlega, ég hugsa stundum það sko, með það að vera að hlífa þeim fyrir ótrúlustu hlutum og vemda og keira og skuttla og gera allt þetta og bara mitt, en svo samaskapið sitja henni í herbyggi og í einhverjum ógeði sem þeir eru að horfa á. Já, þetta ákveðið misræmið þarna. Já, algjörlega. Já. Og svo einhvern veginn líka það sem við erum að sjá í samfélaginu að það aukning í vanda með málþroska barna. Já. Og lestrafærni, sem ekki búið umræðinni. Og ef maður velti svolítið fyrir sér aðstæðum sem mörg börn fæðast inn í, þá byrjar svolítið bara spanið strax leið barn fæðist, ef þú kemst heim innan ákveðins tíma, þá færðu þjónustuna heim, þannig að það gott að drífa sig heim. Nákvæmlega, það byrjar strax. Það byrjar strax og bara sækjum leikskólapláss leið og kennitælinu komin. Já, og svo tekum við fæðingarorlof og þetta eru fullt af foreldrum og það bara frábært að það hefur lengst og þarna mynda skeiða tími, en við heyrum líka, það eitthvað sem við viljum dáðstaða að ég stofnaði fyrirtæki fæðingarorlofinu eða fór í nám eða gerði þetta og hitt, af hverju erum við með fæðingarorlof? Það alveg ástæða fyrir því og þarna byggjast upp tengsl sem skipta barn öllum áli út ævina. Þetta bara viðkvæmasta tímabil ævinar og þannig að einhvern veginn maður hugsa stundum ég svo þakklátt fyrir að það voru ekki gemsar til þegar ég er með barnabrjósti því að þannig erum við að mynda geðtengsl, við erum að mynda tengsl og maður velti fyrir sér hvað verður barn sem fær ekki þessi tengsl. Já, maður líka bara ímynda sér sko, þegar maður vanur að horfa á, ég er ekki með TikTok en ég vel að sé þessi vídeo og maður verður alveg háður þeim og svo sest maður niður á gólfi með barni og þetta allt svo hægt. Auðvitað hlýtur maður að missa þolinmæðina bara eitthvað aðeins að gera annað. Það er nefnilega máli, það er freistandi, það er mjög freistandi og þarna er barn að tengslaröskun er mjög alvarlegt fyrirbæri. Já. Og að við séum kannski á fínu heimilónum okkar og allt fínt og flott og eru kannski að alveg einstakling sem er tengslaröskað vegna þess að mamma var í símanum og pappi. Hugsa þér. Já, þetta er alveg umræðin, þetta er ekki eitthvað sem ég bara að segja og þetta er mjög óhuglegt því þetta er mjög alvarlegt að ná ekki að tengjast sínu fólki. Og líka bara svo miklu magni núna, bara allt í einu bara heilu kynslóðunar. Já, þetta er bara grunnurinn að okkur sem einstaklingum okkar velliðan, það eru tengsl og börnin eru þau að upplifa lyktina og þau eru, og þau horfa á mann, þau þurfa það út á dátlu sem hlutnir eru sem þeir eru og einhvern veginn, maður þarf að vera svo vakandi fyrir þessu og síðan fara þau náttúrulega í leikskólan og það er náttúrulega mikil hraði, þannig að þarf að vera meðvitaður og byggja þennan grunn. Þetta er alveg svona þú. Er ég alveg að dreipa? Nei, við vildum akkur að heyra þetta en bara Þurfum að heyra þetta. Ég er alveg seg með það að hafa gefið á brjóst og verið í símanum á sama tíma. Ég var svolítið hörð á þessu sjálf. Ég vildi ekki fara á þangað. Það er gott. Og einmitt að vera, ég var aldrei með síman fyrir framann eldra barnið mitt. En svo bara fór allt í svo mikla, ef það var svo mikið að gera mig yngra, þá leiði ég mig stundum aðeins að kíkja. Og og ég held þetta sé það sem að ég þætti frábært að væri talað
þetta hlutverk að vera foreldri og ígrundun á þess að vera að dæma. Nákvæmlega. Allt þetta, vera svona dæmandi eða vera með eitthvað rétt eða rámt og við þurfum nefnilega snúin það umræða. er ekki hræðilegt foreldri þó maður hafa eitthvað að liti í síma, að Já, þið vitið, já, en já, við já. svanta svolítið svona hugsunum þetta. Einmitt. Já, þetta er bara svo viðkvæmt og Já, þú veist, mjög. það takir svo allir til sig, eða þú veist, þetta er svolítið sárt fyrir marga Já. og ég skil það bara vel. Já. þú veist. Það vantar bara samtalið á ekki dæmandi nótum og hérna bara vitundavakning og við erum öll í rauninni bara búin að vera pínu sofandi, ekki alveg búin að sjá hvað er búin að vera að gerast síðastliðin 10 ár cirka og nú erum við pínu COVID toppaði þetta síðan og við erum pínu að vakna við vondan draum og sjá afleiðingarnar en ég held að þetta sé allt að koma í rétta átt og ég held að þetta sé rosalega gott að við séum að tala um þetta. Já, ég held það og ég held líka að við verðum kannski að gera þetta samtal að einhver sem er spennandi og jákvætt. Og ég veldi líka fyrir mér, fólk tekur allskins ákvarðanir í lífinu og til dæmis, við ætlum bara að lifa bíllausum lífstíl eða við ætlum að vera vegan eða hvað það nú, bara alls konar hlutir. Að gerast vegan er pínu vesen þegar maður er að byrja og við tölum það upp Einmitt. Tölum þá líka upp hvað er að vera með barn Við ætlum að við skiljið það sé bara jafn hipp og cool við ætlum að vera að taka síma fjölskyldan og þessi næðisfjölskylda að vera í heim og ró setja það í forgang og gefa bara kannski pláss fyrir svo verðum að líka að rækta sig sem bara mannesku að skapa að horfa bara hvernig er lífið mitt hvar er ég í símanum, hvar er ég ekki í símanum þið vitið og kannski ef að hringir einhverju og má ekki bara tala við þið eftir kvöldmatt þið vitið, eitthvað er bara svona hvernig uppskrift vil ég hafa af þessu ég sé reynda má ég tala eftir 14 ár verður aldrei tími þangað til en svo er það þannig, ég er náttúrulega eldri börn að þessi tími, hann er svo fljótur að líða og hann er alveg erfiður og hann verður alltaf, hefur alltaf verið það og allt sem skiptir málur er áskorun en það skiptir, börnin hafa ekkert nema okkur og valdið sem við höfum er 100% þau hafa ekkert neitt að segja og við berum ábyrgð á sem einstaklingum það er bara þannig að ég hitti svona fullorðna konu einu svona kaffihúsi, ég satt þar og vann og þetta er bara lítil saga hún, þetta var bara svona kannski hluti af vandan við lausninu, hún sagði já, spurning af hverju þetta er að kvíði barna er að aukast. Hún sagði gamla daga, en núna er bara hent í uppatólinn eftir kvöldmatt, en í gamla daga voru alltaf 2 og það var bara einn var að, og þetta hafa vatn rennandi og einn að þurrka og hinn að vaska upp og svo bara, já, hvað segirðu? Hvernig var dagurinn? Það var eitthvað svona þú veist, aðeins að bara svona létt á að losa sem kannski myndast ekki ég sest oft í sófan með börnunum mínum og bara eitthvað, hvað og ég, og svo bara á athygling farin og ég heyri ekki sjálfur mér en þetta er svona öðruvísi þegar maður verður að standa kyrr og með vatnið og mér fannst það svo góð punktur ég veit ekkert hvaðan, hver pælingin hennar var en þetta er svona bara þegar ég tala við þig þá myndi ég eftir þessu en ég held einmitt, ég var einhver tíman heima einmitt í eldhúsinu að gera eitthvað nauð ómerkilegt og hugsa með mér, ég er glötu mamma ég geti verið í hústýragarðinum út allt og ég er ekki að gera neitt og eitthvað svona ekkert að þeysast um og ég var bara að gera eitthvað algjörlega ómerkilegan hlut og hún var að gera eitthvað annað og svo segja að mamma, þetta er svo kósi hjá okkur það fannst henni þetta að vera gæðastund en það var bara ró, það var þögn ég var bara eitthvað inn í eldhús að gera mitt og hún var eitthvað annars að gera sitt þannig að það er ekki sem að maður þarf ekki að vera skemmtikraftur og það held ég sé eitthvað sem þurfi líka að passa okkur á að vera ekki að mata börnin okkar að það þurfi alltaf að vera prógram hvað næst? Já, ég hef svolítið svona minningar úr æsku bara að þetta var svo notalegt Ég vil fá að deila einnig svona minningu líka það rifjast upp fyrir mig núna helgina ég var með fjölskyldunni mömmu og systrum hennar og allar fjölskyldunni þar undir að baka laufabrauð og síðan byrja þær systurnar mamma mín og systurnar að syngja og jólalög sem sagt og ég ákvað þarna þegar vorum að skera sér laufabrauð að ég skildi síman eftir þetta bíl og ákvað að hafa þetta bara símalausan dag fyrir sjálf mig ég vildi bara ekki hafa þess að tröflun langaði bara að njóta þess að vera með fjölskyldunni og þegar þær voru að syngja þá rifjaðist upp svona minning frá því æsku þegar vorum öll upp í sumumbústa saman og þær voru mitt að vaska upp eftir matinn
hjálpa stað, vasku upp og þurrka og voru að syngja. En ljúft. Og þá fór ég að lengra, svo man ég eftir þessum stundum þegar mamma var heima að vaska upp, þetta er alltaf að vaska upp, sko, eða skræla kartöflur að syngja. En indæl. Og þessa minningar, hún að syngja og gera eitthvað í vaskinum, setur svona í mér sem svona þægileg hugarós minning og með þessum frængum mínum líka. Og þetta er bara mjög jákvæð minning og hefur verið eitthvað sem setur í mér, hann kemur hann tilbaka núna helgina þegar ég er að þessu. Ekki það sem stendur upp úr, það hefur verið að þeysast á milli staða og skoða alls konar hluti. Nei, það stendur ekki, en ég man eftir þessum gæðastundum þar sem ég man ekki eins og hvað ég var að gera. Ég man bara hvað þær voru að gera, þær voru að syngja. Já. En það er líka, sko, þó mann hafi stundum leiðist hérna þegar ég var barn og ekkert sjónvarp á 50 dögum og allir dagar eins og ísa mánudögum og allt þetta, þið vitið. og en þá, svona, þegar maður hugsa tilbaka, þá var það þessi rútína, það var einmitt að setja skræla kartöfluna, uppvaskið. Og þetta er það sem börn þrá. Einmitt. Það er fyrirsjónleiki. Og ég held að bara það, ég heyrði hérna viðtali við Hugo Þórisson, sálfræðing heitinn. Já. Og ég man þetta var tölvört að ég var að mamma og hann segir hann í þessu viðtali, hann var oft í útvarpinu á mótnana og hann segir ef það er ein regla, ef það er eitthvað eitt ráð sem ég ætla að gefa foreldrum, það er já því já og nei því nei. Og ég bara vá hvað ég ætla að taka þetta með mér. Og það er bara, þarna erum við að tala um mjög kvíðavaldandi ef maður er alltaf í þessari óvissu. Já. Veist, leið og bara má þetta, nei. Já. Punktur. Segðu það freka bara já við öllu. Já. Heldur hann að fara að segja kannski sjáum til, það er ekkert svar fyrir barn. Og í dag er það já. Það er mjög einföld ástæð fyrir því að börn suða. Ég heyrði eitthvað góða sögu og ég er kannski ekkit best í að segja hana, en það var svona samlíking, ég voru kannski búin að tala með það þú ert farþegi í flugvél, segjum eins og börn, þeir eru farþegar í okkar flugvél. Við erum flugmennir. Síðan kemur kannski einhver ókyrrð í loftið. Og bara já, góði farþegar, það er svona ókyrrð í loftinu. Hérna, hvað finnst ykkur eiginlega við ættum að gera? Það væri rosalega stressandi. Og þannig líður börnunum við erum eitthvað svona hvað, ég veit ekki. Það væri rosalega vond flugför. Við erum flugmennir, flugstjórarnir, við berum ábyrgð á þessu flugi sem er börnin okkar og við þurfum að taka bara harðar ákvarðanir á því hvað verður gerst. Mér finnst stundum erfitt að taka þessar ákvarðanir þegar einhver er bara stendur í hurðinni á klefanum mínum og er bara mamma beigðu til vinstri. Já, en bara er að þá er auðvitað líka, bara eins og þetta ég get ekki tala bara, auðvitað getur maður ekki verið perfekt sko, en bara, ég get ekki tala um þetta núna, ég er upptekinn eða eitthvað, þið veitir, en svona í stóru myndinni og ég bjóð á landi því átti eldri dóttur mína og ég var að hugsa sjálfa mig að ég nenni ekki suðandi börnum. Ég nenni ekki að búta til. Já. Þannig að ég ákvað að ég myndi aldrei kaupa dót eða nammi í þessari búð. Já. Ég nenni ekki að vera í ykkur. Hvernig barn að vita hvort það er nammi í dag eða morgun? Hvernig hún að vita það? Nei. Þannig ég keypti aldrei nammi og hún suðaði aldrei. Því hún vissi bara að það var bara keypt brauð og mjólk. Nei, ég meina, þetta var bara svona. Já. En ef það átt að kaupa nammi, þá keyrði ég út í sjopp. Já. Skiljið, þá bara, og þetta bara, ég losnaði við svo mikið vesen. Já, þú er alveg búin að hakka þig gegnum þetta. Já, þetta var bara, ég lenti aldrei í vandræðum. Ég var líka að hugsa um mig. Já, nákvæmlega. Og þetta var aldrei neitt mál. Það er rosalega auðvelt að lenda í þessari súpu, þessari suðsúpu eða frekjusúpu. Ég er einmitt núna í miðri svona súpu er að því að barnið mitt var með eyrnabólgu og rosalega veikt og rosalega mikið veikindi búið að vera, þannig að það er búið að vera teiknimyndirnar og snuðið og halda á henn út um allt og núna er ég að reyna að spóla tilbaka með það og það er ótrúlega erfitt. Það er nefnilega ótrúlega erfitt og það er sem svo gott að vera meðvitað um það. Já. Ég held að allir lendi í þessu. Ég lendi alveg í þessu líka og það er rosa erfitt því það er allt búið að vera svo að færa allt. Einmitt. Og þetta er kannski eitthvað sem gerist við ákveðnar aðstæður og þá sér maður líka áhrifin. Já. Og líka velti svolítið fyrir mér. Ég fór það var atvik sem ég upplifði daginn og ég fer inn á læknavakt og er komin þar inn 5:00 og þar voru 2 mæður með börnin sín og önnur mamman stormar beint inn og reynir að kveikja á sjónvarpinu og bara fyrir strax afgröstin að ekki kveikja á sjónvarpinu og eitthvað og bara strax og konan sem vann þar bara, já býttu, bara gefðu mér 2 mínútur hérna til að það var lág svo mikið á að kveikja á þessu sjónvarpi
og hún satt liðin á barninu sínu sem að var svona pirringur í vikt, örugglega og eitthvað og svo var barnið komið með síman og svo var alltaf verið að skipta og barnið var svona hnoðast í mömmunni og það var svona pirringur í þessar, hvað þetta tekur að bíða hana klukkutíma eða 40 mínútur og ég fann svo til með þessu barni og ég hugsaði mig langa helst bara takt hann í fangið, talaði við hana þannig voru engin samskipti það var bara, þú veist, það sátu hlið við hlið, það var bara skjár og þetta var eitthvað svo dapulegt því maður fann bara, barnið var bara að tala takta eftir mér, sjáðu mig mamma svo var önnu mamma með barn og það var líka í símanum, barn á sama reiki þetta var eitthvað svo skrítið að sjá þetta svona, en hún var með barnið sitt í fanginu og að tala og spjalla hún hélt að barninu, það hreyfðist ekki og var með svona komið við það var svona strjúka hárið á því og tala við það, hvað er hundurinn að gera og þetta var svo magna að sjá þetta veist, svona mismunandi, þetta veit ég ekki neitt nema það sem ég sá, en þess maður hugsa bara hvað það skiptir miklu máli, þetta vill maður vera í samskiptum, við erum byggð til þess Ég er alltaf að reyna að setja upp svona ný tískufyrirbæri, svona trend þetta snýst það eins og við uppgötum Ég er búin að vera mjög mikið á læknavaktinni mitt líka ég tek alltaf með mér svona stóra þykka bók og börnin fara að leika sem með dótið og ég sit þarna og les þykku ævintýrabók og fæ svona auggotur og ég er svona óþörlandi fullkomna mamma Nei, ég er bara svona það er hægt að lesa bók en eins og þessi mamma sem satt með barnið í fanginu þú veist, að hún leysti þetta rosalega vel og þetta ég skil það svo sem alveg, en ég er búin að hugsa líka með þessa síma, eftir þetta atvik leið og þú rétti barninu síman maður sér unga börn með þetta sko síminn hjá foreldrunum, hann er alltaf uppi við þannig að þú er búin að búið til kveikju þannig að ef þú hugsa hvernig á þetta barn að vita hvenær það má og hvenær það má ekki og barni gæti með tímanum fara að þróa með sér neikvæða hegðun því ef það er að suða ef það er að öskra, ef það er að sína ákveðna hegðun þá gefast foreldrarnir kannski upp og leyfa mér að fara í síman, þetta er bara hít af vandamálum og ég var að hugsa býtu, hvað gæti maður gert annað ef maður velur að nota skjá með barninu sínu að margir eiga nú líka spjaldtölvu pakka kannski bara spjaldtölvunni með bleijónum og aukafötunum og segja þegar við förum svona þá notum við spjaldtölvuna í svona sérstökum tilefnum svona flugi og kannski meiri segja í sömu aðstæðum og ert að nota síman vegna þess að þetta er eins og að setja bara nammiskál fyrir saman barn við erum alltaf með þetta í höndunum þetta er alltaf fyrir augunum á barninu og það hefur engan fyrirsjónleika þetta er mjög kvíðavaldandi og kallar á árekstra í staðin fyrir nammiskál og svo bara, mátt fá 10 móla í dag en engan á morgun og barn er alltaf í suði því það veit aldrei, þú veist, alltaf vonast til að mega fá þetta er mjög góð punktur bara maður skoðar svolítið svona, hvað er ég að gera og hvert mun þetta leiða mig, þetta er svona quick fix við erum svolítið fyrir quick fix það er quick fix á augnablikinu en það sem ég hef líka svolítið ágjör af við séum svo oft börn sitja með símana fyrir fram að sig á meðan þeir að borða veitingastöðum og ég hugsa oft bara hvernig munið þið læra að borða aðeins að vera með síma fyrir fram að sig á veitingastæðum? Nei, það er bara almennt heima á sér, þau verða kannski úlingar eða fullorðin eru þið að fara að borða allar sína máltíðir sem eftir æfinar með síma fyrir fram að sig eins og margir gera margir gera það reyndar en það er líka sko það sem ég var fann að taka eftir sem kennari að sem börnin hugsuðu meira á ensku en íslensku og ef maður var kannski með svona stafi til að búa til orð og svona þá var kannski bara komin ensku orð en ekki íslensk þannig að þegar barn er hvort sem það er leikskólabarn eða grunnskólabarn þegar barnið er komið í síma eða tæki þá er einbeitingin þar það missir af börnin læra tungumál, þetta er máltökust skeið þeirra þetta eru örfá ár sem þau hafa þennan glugga til að læra tungumáli sitt og ef að það er alltaf verið að blokkera það að það heyrir ekki, þú lærir ekki tungumál nema að skilja það fyrst og þú verður að nota inn á tíma, þú veist, í skólanum þá er ákveðið svona kennararnir tala og nefnendur tala á jafningagrundvelli þú ert ekki að bæta mikið við orðaforðaðinn með því að tala við jafnaldræðina og kennararnir gera sitt besta svo ferðu á æfingu þar er það fótboltamál eða fimmleikamál stundum er það fólk sem er erlent sem er að þjálfa þannig að þú ert ekki að læra íslensku þar
svo kemur þau heim og þá verður kannski tölvuna. Hvernig ættir að læra móðumálið þitt? Einmitt. Já. Það alveg sem að hvað mál, þú verður að heyra það, þú veist, börn skilja miklu meira en þau segja. Hvernig ætlum við að kenna börnunum okkar að geta beitt tungumálinu? Og líka í staðin fyrir að fara heim og kannski leiðast pínu og taka upp hérna Harry Potter og fara að lesa hana, þá ferðu bara að horfa á YouTube-myndband eða TikTok. Já, og líka, og hvað er það? Hérna, á ensku. Á ensku, akkurat, og hérna ég svo þakkláð því að eldri dóttir mín, þegar hún var alast upp, þá hérna mátt hún horfa á barnaefni sem var helgar, til að mamma geti sofið, og svo kláraðist það. Já. Og þetta var á íslensku, fyrst ætlaði ég að vera mamma sem að barnið myndi aldrei horfa á neitt. Það var nú fljótt að breytast. Og síðan það voru bara DVD-myndir og vídeómyndir á þeim tíma og ég svo þakklátt fyrir þetta. Þetta var allt íslenskt efni og hún kom stundum með heilu frasana. Ofboðslega flott bara, hún var alltaf bara að hlusta á íslenskuna aftur og aftur og aftur og það var upphaf og það var endur. Ef að þú ert ekki læs á, ef þú hefur ekki vald á tungumálinu þínu, móðurmálinu þínu, hvert svo sem það er, að þá áttu erfiðar með að tjá þig og þú ert erfiðar með að skilja umhverfið þitt og það veldur mikill í vanlíðan og kvíða og maður á sé börn sem er að glíma við mikið námsvanda, þau verða mjög kvíðin þau skilja ekki það sem er að segja við þau skilja ekki fyrirmæli, það veldur gríðalegu óöryggi og það er auðvitað líka verið að taka þessum börnum tækifæri í lífinu því að ef þú nærði ekki að þróa málþroskan þinn þá gengur að öllu jöfnu mjög illa að læra að lesa og þá er erfitt að fara í frekara nám ef þú nærði ekki tökum og hérna þannig að þetta hangir allt saman og maður verður allt erfiðara. Það verður bara allt erfiðara og við erum í raun svolítið að tungumálið okkar er svo ótrúlega mikilvægt í öllum tjáskiptum og það er mjög, þetta er eins og bara fyrir þegar maður er erlendis og maður skilur ekki allt það er mjög frústrerandi og það er kannski verið að spyrja mann og gera kröfur og annað og þetta er oft mikið álag að flytja til útlanda, við tölum oft það bara fullorðið fólk, hversu krefjandi það er og það er ætlast til þess að þú skiljir og það verður alltaf erfiðara og erfiðara að eiga samskipti og þá fer maður kannski í ákveðna hegðun annað að leika töffaran eða verða svolítið mús því maður dregur sér hlið því að maður bara ræður ekki alveg við það verður svo pirrandi það er mjög pirrandi að reyna að skilja eitthvað en þú skilur það ekki og síðan fer einhvern veginn allt bara fram úr þér og þetta verður mikið tilfinningamál fyrir börn. Já, og þau eru kannski ekki alveg átta sig á því hvað það er, þau verða bara óörugg og kvíðin, þú veist það er mjög erfitt að þú ert í einhverju hópa og ég hef alveg séð þetta og það var sárt og það sem að þessan er náttúrulega eins og skólarnir og það verður svolítið neikvæð umræði eins og heimalestur og fólk rís og aftur fæturnar en sko lestrakennsla er einstaklingskennsla það er bara í eðli sínu þannig, það er engin tveir á saman stað í lestri og þess vegna verður að biðla til foreldra og að fara að lesa með barni, þú veist, að klukkan eitthvað 9 á kvöldin, það virkar ekkert. Eftir kannski 2 æfingar og borða lítið og hvað er þá forgangsröðunin? Og þá, veist, hvað er forgangsröðunin ef að það er tími fyrir allar þessar æfingar og við höfum líka ákveðin glugga í lestrinum. Það er nú bara þannig að bilið á milli það er, sum börn eru bara lengur að ná tökum á lestrin önnur og það er búið sárt að þau missa svolítið að lestinni. Ráða þá ekki við fyrirmæli í námsbókunum sínum og þetta tekur mikil tækifæri frá þeim. Það er mjög ósanngjarnt. Það er mjög ósanngjarnt og þarna getur skólinn ekki og þarna er aftur svolítið quick fix. Það er engin sérkennari, talmeinafræðingur, einn sem reddar þessu. Þetta er bara að vinna sem þarf að vinna og með orðaforða og annað. Nú eru svolítið kvöldmaturinn farin af heimilum. Það finnst mér mjög dapurlagt. Það er svo kjörin tækifæri til að búa til rútínu og spjalla saman og mjög dýrmætu tími. Já, svo oft sem æfingar eru bara á þessum tíma. Og það er eitthvað neginn, varst það ekki þú semst að tala um, það væri svo gott að maður myndi bara líta yfir dagskrinu og upphafi annars, bara hvar eru að fara bara á kvöldmat saman, hvenær eru allir á æfingum og allt þetta. Já, það var ekki frá mér, en það er einmitt, og auðvitað vitum við, þú veist, einmitt, það er alveg takt einmitt að horfa svolítið til þess einmitt, já, á miðvikudögum, þá ætlum við alltaf að gefa okkur góðan tíma, þú veist, þá er þetta vitið. Og hérna, eins og ég minna, dóttir mín fór að æfa fimleika og svo fótbolta og ég var eiginlega pínu eigingjöt, sko, mér varst alveg glata og hún kemur heim klukkan 8 á föstudagskvöldi. Bara heim hjá mér er alltaf verið kvöldmatur, mér finnst það bara skipta mjög miklu máli. Að það sé þessi samverustund og líka bara svona þessi rútína og fyrirsjáanleiki og En hvað myndir þú segja fyrir þessa foreldra sem eru
það er bara allir mjög uppteknir, börnunum eru mjög upptekinn og þau eru bara í þessum stormi og eins og með lestrakennsluna, hvenær væri best fyrir barnið að lesa? Strax svo kemur heim. Strax svo kemur heim? Já, búa til rútinu. Ég man að mamma, hún var ofta að láta mig lesa bara snemma á morgnana. Já, sumum hendar það. Af því að við vorum svo mikla A-týpur, sko. Já, þá er það náttúrulega bara algjör snillt. Það er bara mjög fínt. En þetta þarf alltaf að vera bara í rútínu og já, morgnana, sumi gera það. Það er bara mjög fínt. Þá er það hluta rútínu. En það er ekki allir A-týpur, sko. Ég meitt lífshakk út af því að við keyrum svona 7 mínútur allir jafnaði í skólan og þá gátum við lesið. Út af því þá var fókusinn, af því það var ekki hægt að gera neitt annað í bílnum. Þú veist, þegar maður er að læra, það er svo erfitt að hafa fókus, þú veist, þegar maður finnst maður ekki ráða við þetta og lesturinn var ekki alveg komin, þá notaði þessa bílferðir. Heppin ekki að lesa í bíl, ég var svo bílveik bara alveg frá því ég var ungabarn, sko. Já, en þetta er algjörlega að bjarga okkur og mikill ekstra hestur í dag. Frábært. Auðæfi að vera við læs. Líka bara það opnar hann heim til dæmis við okkar kynslóð þekkjum þetta öll að lesa ævintrabækurnar eins og Harry Potter og fleiri skemmtilega bækur og hvað það veitir manni mikla gleði og innsýn og ánægju að bara opnast nýr heimur í gegnum bækur. Já, það gerir það og líka þetta hangir þetta hangir allt svo mikið saman. Já. Því að í gegnum lesturinn þá það er svo margt, þetta er ekki bara að vera góður að lesa Harry Potter, þetta er svo miklu stærra. Þú veist, að treysta sér bara að taka áskoranir í starfi, að hafa möguleika að mennta sig, að skilja umhverfið sitt. Já. Og megum ekki taka þessa... Nei, og það sem að maður hugsa sko, það er mjög holdt kannski að horfa svolítið yfir vikuna, hvenær fær barnið mitt að hlusta á íslenskuna? Og með síðustu áriðin gat ég alveg bara, þegar maður heyrði börn tala mjög góða íslensku, þá var það mjög oft börn sem voru mikið með af og ömmu. Já, það komir aldrei óvart, það er börnin sem veist, vera með af og ömmu og vera með, þú veist, að gefa sér tíma í að rækta tungumál. Þetta er ákall til ömmu og afa allra. Passa meira. Já, passa börnin. Ég er endur að reyna að finna þetta, en ég var búin að heyra að það væri að vera vinsælt á samfélagsmiðlum að lesa bækur. Það er eitthvað svona... Því það verður ekki vinsælt en verður vinsælt á samfélagsmiðlum. Já, nákvæmlega. Millumerki, það er næði og heimaró. Heimaró. Svo fyrir allir að posta þessu samfélagsmiðla. Það var ég sendir hann að linka á það fyrirtæki sem heitir Rannsóknir og eitthvað, ég man ekki hvað heitir, og kona sem heitir Margrét sem hefur verið þar að kynna niðurstöður rannsókna með varðandi börn og unglinga í grunnskólum og ég er búin að hlusta á hana í gegnum báða mína dætur og líka sem kennari. Já. Og hún segir mjög skemmtilega frá og það er bara alveg unun að hlusta á þessa konu, hún kann að orða hlutina svo vel. Yeah. Og hún sagði mitt hana þegar hún var að kynna niðurstöður hjá dóttur minni í skólanum, það er enginn sem var á Instagram, heimalestur. Það er enginn að snappa heimalestri, það er enginn að, af hverju ekki? #heimalestur. Já, einmitt. Af hverju erum við ekki að tala það upp? Og þá kom bara gagnrýni, þú veist, barnir eiga bara að lesa hratt og allt tekið úr samhengi. Já. Og það er svolítið verið að slá alltaf og bara því miður afskaplega neikvæð umræða skóla og einhvern veginn allt svolítið skólanum að kenna, það er fyrst aðeins núna að breytast. En kennarar er að vinna í alveg gríðarlega flóknu umhverfi. Heldur betur. Og það er einhvern veginn alltaf meira og meira sem er komið í hendur skólana. Já. Skólinn er bara, þú veist, að gera sitt besta. Já. Þetta er einmitt eins og með þessi hugtök að núna Anna Laufey aðeins yngri en ég og hún sagði mér frá því bara í fyrsta öðrum þættinum að það væri eitthvað til sem heitir að ganga frjáls og það er svona eins og við bara gengum hérna áður og ég geng enn það bara með ekkert með eyrun. Já, það er að vera án síma eða heyrnartóla. Já, og ekki að taka mynd af neinu, þú veist, ég er í göngutúr, ég er að ganga frjáls. Þannig að þetta er alveg rétt hjá þér. Þú komst með, þú ætlaði að segja þetta við mig, að það þarf að vera eitthvað hugtak til þess að vekja athygli og verða eitthvað þeng. Mér fannst að finna að þetta væri eitthvað vinsælt á samfélagsmiðlum. Við erum svona, já, þú meinar að fara út að labba. En svo þarf maður líka sem fullorðinn einstaklingur og bara að við berum ábyrgð á okkur. Já. Og að bara hvernig lífi ætla ég að lifa. Já. Og ertu búin að gera allt fyrir jólin? Já. Er ekki brjálað að gera? Þetta er auðvitað val. Já. Það er ekkit óeðlilegt að þegar maður er með lítil börn að maður þurfi kannski að velja eitthvað frá. Já. Það er bara ekkit óeðlilegt og ef maður tekur ákvörðun að verða foreldri og svo eru þið flogin frá manna að maður snýr sig við að einhvern veginn svona
við þurfum ekkert að elta næsta mann. Nei. Það er fullt af fólki að taka alls konar ákvarðanir lífsitt sem Já. eru ekkert eitthvað mainstream Nei. og ég þarf ekki að vera alltaf á samfélagsmiðlum vegna þess að einhver annar eða allir er að gera. Þetta er svo krakkandi segja að það megið allir. Já. Það gerir allir og þá ger ég þetta. Já. En við þurfum bara að staldra við hvernig heimilislíf vil ég hafa. Já. Mér finnst þetta fullkomin lokaorð út af því að við erum í aðvendunni að bara, þú veist, ertu búin að gera allt? Nei, ég er nefnilega ekki búin að gera allt og það verður þannig. Það verða rykgróttir í hórnunum og ég ætla bara að dimma ljósin. Já. Akkurat. Ég eru kæra þakkir fyrir að koma til okkar. Takk svo. Virkilega gaman að fá þig. Takk.